Þá ætlum við að fá síðasta fyrirlesaran hérna í dag. Það hún Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. En Hönnunarmiðstöð Íslands kynningar á upplýsingamiðstöð fyrir íslenska hönnun á Íslandi og erlendis með það meginhlutverk að efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar fyrir samfélagið og íslenskt efnahagslíf og benda á þá miklu verðmætasköpun sem getur falist í íslenskri hönnun fyrir þjóðfélagið allt. Það sér ég að klára að finna glærurnar og svo býð ég Höllu velkomna. Takk fyrir. Við megum ekki gleyma að, heyrist í mér hérna, að það er íslenskar hönnunar og arkitektúrs sem ég held að sé mjög gott að taka skýrt fram að er ekki síður mikilvægur í þessu samhengi og ekki það reyndar þegar ég tala um hönnun þá meina ég arkitektúr líka og en það er kannski ekki allir alveg að skilja það kannski ekkert allir. Ég ætla kannski bara að byrja á að segja að mér finnst ég svona svolítið vinna sem hönnunarpredikun nánast. Maður er alltaf að mæta einhvers staðar og reyna að útskýra hvað er rosalega mikilvægt að hönnuðir og arkitektar séu svona eðlilegur hluti af öllum verkefnum í rauninni hvar sem er og það er, ég segi þú veist, stóra markmið Hönnunarmiðstöðvar er að við verðum bara svona eðlilegur hluti af öllum teymum eiginlega í á hvaða sviði sem er. Annað sem ég held að sé mjög mikilvægt að segja strax er að að á Íslandi auðvitað hefur verið lengi markaður og heilmikil viðskipti með arkitektúr og grafíska hönnun og við þekkjum þau svið nokkuð vel og skiljum til hvers þau eru. En vöruhönnuðir á Íslandi eru í rauninni frekar fáir, vöru- og iðnhönnuðir. Við erum ekki mikið framleiðsluland og erum ekki vön að, þeir eru í rauninni ekki eðlilegur kannski hluti á okkar atvinnulífi. Og þess vegna hef ég spurt sjálfa mig oft, þú veist, hvar eiga þeir að starfa, íslenskir vöru- og iðnhönnuðir, í hvaða geirum. Og við erum svolítið föst í því að hugsa þú alltaf inn í framleiðslufyrirtæki, teikna stóla eða teikna einhvern veginn, auðvitað erum við með hönnuði sem vinna við það eins og hjá Össuri og víða, en ég held að við erum núna Listaháskóli Íslands að mennta alveg fjöldan allan af þessu fólki og sem kemur út í samfélagið og það býður þeirra ekkert atvinnulíf í rauninni. Þannig að þau þurfa að búa til sín eigin tækifæri og við kannski þurfum að vinna og það er kannski stóra verkefni Hönnunarmiðstöðvar og okkar fleiri og þetta er mikið af ungu fólki sem við viljum náttúrulega blómstra í framtíðinni að það er að finna þessu fólki farveg. Og það auðvitað margt af þessu fólki einmitt að læra upplifunarhönnun og upplifunar- og þjónustuhönnun er orðin ein af stærstu vaxtargreinum hönnunar. Þannig að ég sé það fyrir mér að þessir hönnuðir komi bara inn í okkar eðlilega atvinnulíf eins og fiskiðnað, matvælaframleiðslu, orkuiðnaðinn og ferðaþjónustuna og vinni þar. En það er eins og með marga hluti að það þarf svolítið að ýta því þangað og það gerist ekki af sjálfu sér. Og ég var spurð, meira að segja hér í þessu húsi þegar ég var nýbyrjuð, en hvað eigum við hönnuði sem geta gert þetta allt sem þarf að gera? Og svarið er auðvitað bara nei, við eigum þá ekki fyrr en að við erum búin að þjálfa það þar. Og það sem var áhugavert og nú er ég bara, kannski þarf ekki að nota glærurnar því að ég er ekki að tala út frá þeim, en að ég sá sjálf, ég er grafískur hönnuður og útskrifaðist 1988 og svo sá ég sýningu starfsfélag Gísla B. Björnssonar sem er svona mentor okkar grafískra hönnuða og ég hafði ekkert áttað mig á því að það var ekki nema 20 árum áður sem hann kemur frá Þýskalandi og byrjar að vinna sem grafískur hönnuður. Þá voru líka Kristín og Fríðrika, þá voru einhverju svona örfáir. Það var engin auglýsingabransi til, það var engin þú veist, að hann stofnar stofu og það sem hann gerir, hann tekur nokkra þýska samnemendur sína með sér og þau fara að starfa við að hanna og teikna og gera hluti og svo skömmu síðar er stofnuð deild upp í Listaháskóla eða Myndlista- og handíðaskólanum eins og ég þá og hann fer að kenna og þar koma nemendur og þeir fara að vinna hjá honum og svo þegar nokkur margir þá stofna þeir stofu og svo þetta gerist bara 20 árum áður og þetta vissi ég náttúrulega ekki fyrir en ég sá þessa góðu sýningu og vöruhönnun á Íslandi er nánast svona með einhverjum undantekningum, það eru auðvitað til hönnuðir sem vöruhönnuðir og innhönnuðir sem starfa en hún er svona pínu lítið á þessum stað að það er ekki, og þetta byrjar bara einhvers staðar og þess vegna fannst mér mjög ánægilegt og þegar ég kom svona
ég bara ætla að vera alveg heiðarleg, ég var svona pínu gagnrýnin á bókina eins og hann sett fram og það mér fannst vanta að segja inn í henni og kannski getum við bara sameiginlega svona laga það að mér fannst hún vera pínu svona do it yourself bók og það er svolítið okkar íslenska aðferð, við viljum alltaf að gera allt sjálf og við þurfum ekki að kaupa neina, þú veist, við byggjum bara Palla frænda að leggja hérna einhverja pípulagnir og svo byggjum við bara Sigga eitthvað að gera þetta og hitt og við þurfum ekki fagmenn og við þurfum ekki það og þess vegna ætlum við bara sjálf að læra að vera ljósmyndararnir og við ætlum sjálf að læra markasetninguna og við ætlum bara sjálf en auðvitað þurfum við, ef við erum að vinna í ferðaþjónustu þá þarf við auðvitað að kunna, ef þú ert að reka eitthvað fyrirtæki, þú ert að kunna og vita allar hliðar þess en þú getur kannski ekki gert þetta allt sjálfur og það er alveg sama með hönnun og arkitektúr að þetta er ákveðin þekking sem maður þarf að hafa. Ég ætla bara að brása mjög hratt í gegnum, ég byggði þetta á hönnunarstefnunni. Það var samþykkt hönnunarstefna fyrir Ísland 2014-18, unnin af fyrri ríkisstjórn og samþykkt af þessari sem er alveg ótrúlega ánægjulegt og kollega mín í útlöndum öfund okkur af. Ég ekki bara að setja ykkur það. Og ég var mjög fannst þetta plagg svolítið svona basic út af við gerum bara aðgerðaáætlun og vorum ekkert með eitthvað svona rosalega mikið að breyta heiminum alveg strax í sjálfbærnisátt og allt samfélagið æðislegt og eitthvað eins og er kannski algengt erlendis. En svo finn ég líka, ég var svona pínu að afsaka þetta að erlendi kollegar finnst það bara frábært. Þú veist, ég sagði þetta er bara svona down to earth og bara við byrjum einhver staðar. Þannig að ég er bara frekar ánægð með þetta gagn, ég verð að segja það. Og það er líka rosalega gott fyrir þá sem leiðist að lesa langa texta að maður er bara mjög fljótur að lesa það. Hvað segirðu? Eru líka búin að yfirtaka þig? Heyrðu, það er bara verið, já, ok. Það er allt í leið, ef ekki bara. En allavega, hönnun er hugsunarháttur og það sem að, ég bara tók hérna nokkuð dæmi sem að þið kannski þekkið og eins og ég segi, mér fannst ánægjulegt að það er greinilega mjög mörg verkefni sem er verið að vinna mjög vel með hönnum og skemmtilegt að heyra verkefni á Kirkjubæjarklaustri og núna þetta Lava Center og svoleiðis. Og já, þið þekkið náttúrulega þetta, það sem að hugsunarhátturinn er, eða þú veist, menn nálgast verkefni kannski ekki út frá setja þetta í miðju bæjar eins og vera með fullt af rennibrautum sem við gerum kannski öll bara svona automatískt en heldur fara aðra leið í þessu og kannski ekki endilega dýrari leið, oft getur það að fá hönnuð og hanna hluti verið einmitt ódýrara. En við erum innbyggt og ég þekki það vel sem hönnuður að margir eru rosa hræddir við okkur, þeir halda að við komum bara á einhvern veginn yfirtökum allt og förum með þetta alveg, hlaupum með þetta eitthvað út í móa og svo situm maður eftir bara og þetta er allt í einhverju rugli. Og auðvitað getur það alveg gerst, það getur alveg gerst að, þú veist, í öllu samtali, mér finnst við rosalega upptekin af því hvaða mistök geta orðið í sambandi við hönnuði. En svo getum við alveg klúrað heilu milljarða verkefnunum og svo bara ekkert að hugsa sérstaklega mikið það eða upptekin af því að kannski verktakar getur verið bara sjúklega hættulegir eða bara einhver önnur starfsgrein getur leitt okkur út í móa líka. En auðvitað þetta snýst allt skipti og skilning á milli aðila og að byrja að vinna saman. Og þess vegna fannst mér líka þetta verkefni frá Kirkjubæjarklaustri mjög, þú veist, það er ekkert rosalega stórt. Þetta er bara, það byrja svona á viðræðulegum skala og eins og allavega ég þekki úr mínu starfi í auglýsingabransanum að þá kannski myndi þarna myndast stórkostlegt samband og svo er unnin bara saman lengi, Hafsteinn Júlíusson og Sandra þau bara vinna saman í mörg ár og þetta verður stærra og meira því það er líka þetta, þú þarft að hönnuðir koma ekki með fullkomna þekkingu á öllu. Við þurfum að læra bara á ferðabransanum, við þurfum að læra, alveg svo ég þurfti að læra sem grafískur hönnuður bara, ég þurfti að læra á bankaþjónustu, á símaþjónustu og verða expert í einhvers konar matvælamálum og það tekur allt tíma. Ég kunni það alveg sannarlega ekki þegar ég útskrifaðist, ég get alveg loðið ykkur því. Þetta er líka skemmtilegt dæmi, þetta er verkefni sem var tilnefnt til Hönnunaverðlaunanna nú nýlega, það sýnir svona mjög skemmtilega hvernig hægt er að tengja saman gamalt og nýtt þetta er pínu lítið en þetta er bara alveg rosalega vel gert og svona kurteislegt, fallegt, nútímalegt. Ánægður notandi, mér finnst gott að taka þetta dæmi því að mér finnst að vera svo útbreiddur misskilningur að Farmers Market fyrirtæki hafa einhvern veginn eignað sér íslenska lopapeysu og íslensk munstur. En það sem þau gerðu var að breyta sniðinu
og gera þynnri peysur, gera bara peysur sem að við nútíma fólk getum verið í innanhús. Þannig þurfum ekki þykka peysur sem þú ert úti í fjósi að vinna eða eitthvað staðar úti á engi. Og nú segi ég engi eins og sonur minn, þetta tún þegar maður Íslandingur. Og ég hef stundum varpað fram þessari spurningu, ef það var ekkert spes við þetta, eins og svona svolítið, ég hef oft heyrt, af hverju voru þá allir að kópíra þetta? Af hverju hefur hver einasta íslensk prjónakona kópírað þessa peysu? En samt var einhvern veginn, af hverju voru þau þá ekki bara að prjóna gömlu peysurnar? En það sem pínu leiðilegt við þetta, ég ætla bara að segja ykkur það svo að þau eru bara búin að fjarlægast algjörlega íslensku ullina út af þessu. Þau svona eiginlega nenn ekki, þau voru að prjóna á heilu tonnunum af íslenskri ull, en út af öllu þessum kópíringum og öllu þessu kannski virðingarleysi sem kemur samt út af því að við erum bara dugleg og erum alltaf að redda okkur og búa bara til sjálf og förum bara og mælum þetta upp og teljum og förum heim að prjóna. En þá það samt, eins og það getur verið góð orka, þá getur hún verið pínu neikvæð líka á þennan hátt. Já, ánægður notandi, það kannski það sem að hönnuðir gera mikið eða eiga að gera allavega, þeir eru að eiga að vera í hlutverki hins svona einfalda notanda segja oft. Þegar maður er grafískur hönnuður þá kemur maður bara skilur þetta ekki, maður skilur ekki bankaþjónustuna, maður nennir ekki að hafa áhuga á henni. Við þurfum að túlka það þannig að notandinn vilji fá einhvern áhuga, skilji. Og hér nú dæmi frá Noregi, þessi túristvegar, ferðamannavegir, sem rosalega flott verkefni þar sem var farið í að investera í hönnun, arkitektúr og í rauninni í útsýnispöllum og alls konar göngustígum og þetta náttúrulega orðið bara aðdráttarafl í sjálfu sér. Pínulítið eins og kannski sundlaugin og Hofsósi. Það eru auðvitað byggingar, Bláa lónið eru auðvitað frábært dæmi eins og við þekkjum öll upplifunar hönnun. Mér finnst við kannski líka dálítið gleyma skala. Bláa lónið ekkert nema bara frábær upplifunar hönnun og eða ekkert nema það það. Og margt sem að þau hafa gert sem einhvern veginn mjög gott dæmi hvernig þetta nálgast hlutina og það líka alvöru business og miklir peningar í vasan. Því að stundum einhvern veginn svo það sé einhverjar andstæður. Og stúdíó, ég vildi bara nefna þetta, eða sýna þetta sem bara frábært dæmi nútímalegan arkitektúr í íslensku landslægi, kurteislegur, fallegur og einhvern veginn viðeigandi. Enda þetta okkar bara eitt helsta arkitektaverk, myndi ég vilja segja. Hér annað dæmi listihúsið í Listagarðinum á Akureyri sem mjög gott dæmi frábærlega vel heppnað verkefni. Og það sem að mér finnst kannski aðeins vanta þegar við erum að hugsa, og kannski fer ég í það er þessi umræða með skapandi greinar og ferðaþjónustu. Og náttúrulega vera pínu aggressív fyrir hönd okkar hönnuðarkitekta, auðvitað erum við þar mjög framalega sem samstarfsaðilar. Við erum, og þá er ég ekki að gera lítið úr öðrum, en mér finnst það stundum svona eins og, það er ekki alveg kannski jafn líklegt að ferðaþjónusta og leikarar vinni mikið saman og hönnuðir. En ég er ekki að endilega nota leikhúsið og nota, ég er ekki að gera lítið úr því, en það er eins og og bæði það að það er svo gríðarlega mikil atvinnutækifæri ef ég tek það bara þaðan fyrir hönnuða arkitekta í þessum heimi, í þessum geira. Og það sem finnst líka ekki með að gleymast að við viljum gjarnan sjá í ferðaþjónustunni út út land þetta fólk flytja þetta do it yourself element sem ég er pínur hrædd við. Við viljum auðvitað að það búi hönnuðir, markaðsfólk, ljósmyndarar og út allt landið. Ég meina það er ungt fólk þar líka að mennta sig í þessu og vill vinna á sínum svæðum og það er svona verður að hugsa þetta svolítið á þeim skala. Það er verðmætasköpun, hér er ágætt dæmi þetta meira svona vörur, en vörur þetta hluti af því sem við erum að selja í ferðaþjónustu og þarna verið að taka þessa klassísku íslensku pönnukökupönnu og svona eins og maður segir uppgreitana pínu, það er hönnuðir sem hönnuðu sig hvert skafti, það er vara, svolítið svona einföld basic vara tekin og hún er sett upp á hærra stig eða gerða hönnunavöru og mjög skemmtilegt verkefni. Og hér er náttúrulega bara verið að vinna með íslensku ullina á mjög skemmtilegan hátt og gera hana, ég meina, nú er bara önnur hver manneskja held ég á Íslandi farin að eiga þessa trefla. Þetta er nú bara svona íslenski lopatrefla framleiddir á Íslandi og bara
mjög skemmtilegt. Þetta setti ég nú einmitt inn bara út af því að þetta svona, hvað kallaði það, postel, og ég veit, ég var aðeins inn í því þegar sko, þetta var hannað og ungur arkitekt, þetta var allt frekar low cost og bara mjög skemmtilegt og vel heppnað. Svo náttúrulega sérstaklega, þú veist, það þessi íslenska vöruþróun eins og Eldfjöllin, Brynhildar og Fössí-kollurinn sem svona skemmtilegt, nokkuð gömul íslensk hönnun í rauninni en bara einhvern veginn orðið eitt af íkonunum eiginlega og kannski hefði nú fyrir einhverjum árum þetta var svona fermingakollurinn 1900 og eitthvað. Þú veist, mann hefði ekki grunað, þú veist, þótt þetta bara sjúklega púkalegt örugglega þegar ég var svona kannski tvítuð eða ég örugglega bara alveg liðið yfir mig ef mér hefði gefið þetta. En núna finnst mér þetta alveg hrikalega flott. Hérna líka mjög skemmtilegt, ég sá reyndar að það hefur orðið svona smá verðbólga í þessu teppi því að ég held að það væri hægt að kaupa það fyrir 50.000 2009-10. Ég mælti, þetta var gefið, iðnaðarráðherra gaf Færeyingum þetta teppi þegar þeir endurgreiddu lánið, hrunslánið. Og þannig að þá vildu þau gefa einhverja íslenska hönnun og þetta mjög flott þetta teppi, en ég sá að það kostar núna 150.000. En fullkomlega þess virði náttúrulega. Þegar það líka eitt sem við tökum það, að við þurfum líka að passa okkur á, við tengjum svo sterkt handverk og hönnun saman. Og einhvern veginn í okkar huga handverk bara svona eitthvað sem við erum að dunda okkur við heima á kvöldin og þurfum eiginlega ekki að fá borga fyrir og svo tengjum við það yfir í hönnun. Og ég kannski kem sterkar að því en að ég fer nú fram og tilbaka í þessu. Já, síðan það þessi sjálfbærni, það þessi, eins og til dæmis hér postulína og það fleiri keramikarar sem að gera, þú veist, vinna í heilu stellunum. Þú veist, það kannski ekki bara eitthvað ein krukka í glugga, heldur það líka hægt að hugsa bara að innrétta heilt hótel bara með íslensku eins og þau gerðu í Mar veitingastaðnum. Það var sér hannað íslenskt stell sem hún gerði Guðný Hafsteins alveg fyrir þann veitingastað úr íslenskum eða sem sagt sérrent. Því það líka það sem að gerast, nú ef ég fer yfir í þessi handverk og hönnun umræðu sem ég ætlaði nú aðeins að taka fyrir á eftir. Ég kannski fletti bara, þetta svona ýmis ferðaþjónustu dæmi Þetta skemmtilegt verkefni sem heitir Order to Effect sem pantið áhrifin, það eru íslenski vöruhönnuðir sem heitir Auður og Embla sem byggu þetta verkefni til og þetta var unnið með Icelandair Hotel Natura og hönnunum síðast að þá kemur inn og þú pantar áhrifin af matnum, þú pantar sem sagt eitthvað styrkjandi fyrir taugakerfið eða sem gott á hönnunum allavega fyrir suma en eða eitthvað svona gott fyrir blóðrásina eða þú veist þannig að þú pantar í rauninni ekki rétt, þú pantar bara áhrifin af matnum. Og þetta var bara mjög skemmtilegt verkefni og mér skilst að það sé umræðan það núna Iceland Naturally verkefnin úti, sérstaklega kynninga, að það verði tekið úr þessu verkefni í það. Þarna blöndum við saman íslenskri hönnun og matarupplifun. Svo þetta bara markaðssetning, þú veist, flott vara sem sett fram og mér finnst það kannski, ég meina þetta frábært súkkulaði allavega, finnst mér það mjög gott, en það náttúrulega alveg frábærlega, þetta bara samt venjulegt súkkulaði eins og súkkulaði en umbúðirnar eru náttúrulega þannig að maður bara safnar þeim, allavega ég safna þeim heima í eitthvað svona stafla, nú segi ég hvað ég borðað mikið súkkulaði, en ég tími bara ekki að henda umbúðunum sko. En svo hvað á maður að gefa svona umbúðir, þú veist, þannig að og svo bara markaðssetningu, auðvitað bara flott framsetning á vefjum og allt þetta og bara svona dæmi, þetta lítið dæmi ímyndina sem var búin til í kringum bókamessunni í Frankfurt, það var rosalega skemmtilega gert, íslensk náttúra tengd við Quizshop auðvitað frábært dæmi og það líka held ég sko hluti af þeirra árangri eða hvað þetta rosalega vel hannað, þetta unnið einhvern veginn og það svona skemmtilegt út af því að við erum ofta tengjum kannski ekki saman leikjageir á tölvuheim við hönnun, auðvitað erum við bara komin inn í þannig heim að það bara þú getur ekki sett neitt fram á þess að það sé svona þokkalega annað. Og eftir kannski, ég myndi segja 10 ár, 20 ár, þá erum við komið í kynslóð sem eru komið svo rosalega þróaða myndræna upplifun, eða ég veit ekki hvernig ég á að orða þetta einu sinni, að þau eru bara vön svo góðu, þau eru vön svo og verða þess að fljóta sortira að þá ekkert hægt að senda bara eitthvað
ljótt e-mail eða eitthvað, þú veist, eitthvað Word, eitthvað, þú veist, eitthvað sem mixar úr klippart. Það verður ekki hægt, ég bara segi ykkur alveg sver. Markaðssetning Landsbankans sem ég veist svolítið skemmtilegt dæmi því að þarna fara þeir og taka bara identity eins hönnuðar og setja inn í sitt. Þeir eru ekki að búa til, og kannski fólk veit það ekki almennt, ég veit ekki hversu Siggi þekktur en hann einn af okkar fremstu grafísku hönnuðum og náttúrulega alveg stórkostlegur eða myndskreitir og hefur þróað þennan stíl sjálfur. Og þetta hans svona identity og bankinn tekur hans identity og setur á sig. Þau fara ekki og segja, heyrðu, við viljum að þú gerir eitthvað eins og við viljum að þú gerir það. Við ætlum að kaupa það sem að þú býr til, það sem þú stendur fyrir. Og það kannski ekkert svo áberandi, en það samt alveg, það svolítið statement í því sem að við kannski erum ekki að upplifa alltaf. Og hvernig þeir að vinna, þeir vinna náttúrulega mjög svona, þetta mjög, mér finnst hann vera sko að mörguleiti eins og íslenskur málari, myndirnar hans. Það kemur alltaf og svo þetta svolítið svona þjóðernis, oft í auglýsingunum, þetta svona 17. júní eða Gay Pride og þetta svona mjög flott nálgun. Svo þróun, verkefnið Designs from Nowhere sem var að fá hönnunarverðlaunin núna í síðustu viku. Það sem verið að vinna, það var verkefnið sjálf, kannski ekki endilega iteminn og við erum aðeins að passa okkur á því að þetta verið rosa mikið þróun, þarna verið að fara og vinna með einhvern veginn fara inn í íslenska framleiðslu, reyna að tengja saman hönnuði, þekkingu, framleiðslu og við byrjum kannski ekkert á því að gera eitthvað sem verður stórkostlegt og selst í bílförmum, heldur þetta svona ákveðin skref. Þannig að þetta auðvitað einfaldir hlutir eins og taska og sippibönd og eitthvað svona og það sem var alveg skýrt í þessum verðlaunum var að það voru kannski ekki iteminn, hönnuðu iteminn sem voru að fá verðlaun, heldur verkefnið sem slíkt. Endurvinnsla og endurgerð og hér sem sagt þangbað sem að það eru tvær reyndar fyrrverandi báðar starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar sem að kalla sig Slím, þær eru að þróa alls konar svona ný verkefni og þær voru með verkefni sem kölluðu það var þangbað og þá var manni boðið að koma og liggja í þessu baði út á Seltjarnarnesi eða út á Gróttu og upplifa það og þetta er svona tilraunaverkefni sem að væri alveg rakið að taka yfir einhvers staðar í einhvers konar ferðaþjónustu. Það sem leyfir ferðamanni kannski bara að liggja einn á einhverri sandströnd í heitu baði með þangi og upplifa eitthvað. Og hér er annað gott verkefni svona experiment að vinna með ungum hönnuðum og það er þetta Torgið biðstöðu sem Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir. Það sem að hönnuðir og skapandi fólk taka að sér torg eða einhver svæði. Ég vil reynda að taka það fram, ég ekki nógu hrifin að ég held að þessir ungu hönnuðir fá eiginlega ekki neitt greitt. Þannig að, og ef ég verð bara pínu neikvæð þá finnst mér það ekki sæmandi sveitarfélagi á stærð við Reykjavíkurborg að vera að láta eitthvað ungt fólk vinna ókeypis fyrir sig í svona. Og því að þetta er bara meira virði en það. Þetta er bara, og það það sem við erum líka að hugsa, hversu virði er þetta? Hversu virði er að hafa glaðlegt, fallegt torg í miðborg Reykjavíkur fyrir túristana? Þú veist, er það svo lítils virði að þú nennir ekki einu svona borga krökkunum fyrir sem er að gera það? Það er bara ótrúlega skrítið. Annað, og lokadæmið það er verkefni samkeppni sem að við unnum einmitt með hvað heita þeir, fyrirgefðu, Akureyrarstofa sem var einkenni fyrir Grímsey og þetta verkefni það nú ekki komið á koppinn, þetta er ótrúlega áhugavert út af því að þarna er einkenni og hugmyndin er að það færist til á hverju ári til, hvað var það, 2050 eða eitthvað og það enda með því að detti í sjóinn, sem sagt. Þannig að þetta er ekki bara, þú veist, þetta er bara sett upp sem einhvern monument, svo færist þetta til. Samræmi heimsveðspöri. Já. Og þannig að þetta er ferðalag líka, en þetta er alveg eitthvað 40 ára ferðalag og svo enda með að kúlan fer fram af. Og mér finnst þetta alveg, þú veist, þetta er svo mikil saga, eða þetta er svo mikil upplifun í þessu. Ok, við erum svona praktíkin í okkur, hvað ætlum við að henda kúlun í sjóinn og það búið að búa hana til og við verðum ekki að vera föst og eitthvað, þú veist, þannig að það kannski er það erfið, en það er akkurat líka það áhugaverðara. Og svo er þetta þekkiði og þessi flóthetta sem er líka ótrúlega skemmtilegt
mikil upplifun sem hægt að tengja við hana. En svo ætlaði ég bara rétt að fara hratt yfir því, ég hélt ég myndi tala svo stutt, en það er auðvitað alveg ljóst að vera skapandi ekki bundið við einn hóp. Það er ekki bara hönnuðir sem eru skapandi. Það er alveg fullt af fólki og við erum öll, ef við lesum bókina þarna frá IDEO þá erum við sennilega öll alveg rosalega skapandi til að byrja með allavega. Svo held ég nú að það sé meira að minna barið úr okkur alveg mjög harkalega gegnum skólakerfið, en við tölum reyndar alltaf skólakerfið, við tölum aldrei heimilin. Því ég held að þetta sé nú meira að minna barið úr okkur heimi hjá okkur. Við talum ekki ef við eigum eldri systkini eða eitthvað, þá er þetta bara alveg, þú veist, þegar maður kemur og bara ég ætla að búa til ævintýra heima og þá bara, við erum alveg, það er alveg reality check bara alltaf. Og þannig ég held að það sé að við verðum líka aðeins að hugsa það. Og svo finnst mér við þurfum aðeins að hugsa þetta á ferðaþjónustu og skapandi greinar, þú veist, hver er að vinna saman í ferðaþjónustu og skapandi greinum? Og ég hef mikið tekið þátt í umræðinu skapandi greinar og við erum að passa okkur, hún er bara svolítið hér. Hún er ekki svo mikið á action level. Minnst við erum svo praktísk og ætlum bara strax að fara að taka þessar skapandi greinar allar hérna og drífa okkur með þær eitthvað. En það er ekki alveg þannig, það er bara eins og ætla sér að ná utan allan fiskiðnaðinn eða allt orku og bara eitthvað að skutlast í að gera eitthvað þar. Það er svo flókið, þetta er svo mörg element. Inn í til dæmis fiskiðnaði eru þetta alls konar transport og það er logistík og það er alls konar tækni, vinnsla og það er alveg sama með skapandi greinar. Sumir eru listamenn, alveg. Aðrir eru bara að gera tölvuleiki sem eru kannski hræðilegir eða eitthvað. Og einhver eru að gera myndband sem er alveg ofsalega listrænt, segjum bara dansflokkin eða eitthvað og svo er það bara, og ég stuði alla með að segja þetta, að í rauninni eru þættirnir að skilsnekkar líka innan skapandi greina, þú veist, sem voru aldrei sýndir. Þú veist, þannig er þetta er ekki, og það er eins og þau ætlar að búa til línu, hringi kringum eitthvað. Áður en að við vorum farin að skilgreina eitthvað sem heitir eins og ferðaþjónusta eða bara fiskiðnaður. Einu sinni var þetta bara sjómaður sem fór bara bát út. En svo ertu komið með einhvern geira sem heitir bara, þú veist, orkugeirinn. Og við erum öll skiljum þá, þetta er bara að vera til svo lengi. En við erum að reyna að ná utan eitthvað nýtt hugtak sem eru skapandi greinar og það verður ekki skýr lína svona í kring. Og þegar við byrjuðum með mitt hjá Íslandsstofu með fagráðin og þá voru að fara á skapandi greina og svo fara á hugverkagreina. Ég var pínu svona skeptísk á þetta og ég sagði, eru þá skapandi greinar svona menning og listir eða skapandi greinar áður en það byrja að gefa sér pening, eru þá hugverkageirinn leið og þetta fara að gefa ykkur pening í vasan. Og það segir, ég nenni ekki verið í þessum klúbbi, ég ætla bara að vera líka í hinnum klúbbnum. Út af því að þetta er ekki svona annarkvort eða. Og þess vegna verður svona aðeins að fara varlega finnst mér í að þú veist, ætla að einfalda þetta of mikið. Þannig ég tel að auðvitað ferðaþjónustu og arkitektar og hönnuðir eigi, þú veist, mjög lógíska, eðlilega og bara mikilvæga samleið. Og þá má heldur ekki gleyma arkitektúrnum, þú veist, út af því að ég held að það er auðvitað stóra málið, hvernig byggjum við hótelin. Og ég kannski stuði ykkur núna, en til dæmis, ég ætla bara að segja það, eins og Strakta hótelið þarna á Hellu, bara endurgera svona, nota einhverja gáma og eitthvað svona. Ef við ætlum að gera það, þá verðum við að gera það bara rosalega vel. Og við þurfum ekki endilega alltaf að setja bílastæðin fyrir framann. Þó að bílstjóri vilji helst hafa það þannig. Kannski á það bara að vera einhvers staðar bílastæði einhvers staðar langt frá. Og þetta er alveg sem inn í Reykjavík. Við erum alltaf að fjargviðrast yfir, þú veist, hvað þetta mikið ferðaþjónusta að koma niður í miðborgina. Af hverju á að þurfa mega að keyra rútur á Laugavegi? Veistu, það er bara að banna það. Bara vorkenni sem ferðamönnum ekkert að labba bara niður á Skúlagötu og taka rútuna. Þú veist, þannig hvernig held ég að sé í Feni, ég held að það sé verið eitthvað að keyra mann heim á húsi þar. Þú veist, þetta er bara spurning um hvernig við hugsum. Við erum svo gjörn á að segja bara, jú, það verður náttúrulega að vera svona. En af hverju verður að vera svona? Það þarf ekki að vera svona. Og það er allt í lagi fyrir ferðamenn að sé kannski rigni eitthvað pínu á þá eða eitthvað. Og en varðandi hönnun, þá verðum við að aðgreina svolítið hönnun og handverk og ýmislegt annað. Hönnun er lærð aðferð og það er þetta með að vera skapandi, að fólk sem eru hönnuðir, þau hljóta ákveðna þjálfun í að vinna þannig. Og þú byrjar og ert kannski ekkert frábær fyrst, en ef þú vinnur við þetta alltaf, að þá verður þú kannski betri og fær góð verkefni og fær góð tækifæri, þá verður þú betri og betri og betri. Það er bara þannig. Og
og það sama eins og með hugmyndir, mér finnst oft vera munurinn á fólki sem vinnur við svona og fólk sem vinnur ekki við þetta, að til dæmis að fá hugmynd finnst held ég hönnuðum oft ekki til merkilegt. Við erum bara alltaf að fá, skapandi fólk alltaf að fá hugmyndir. En það það bara staðreynd, held ég, að hjá einkaleyfastofu það yfirleitt amateurar sem skráðar. Út af því að hinir bara ekki sérstaklega uppteknir af því. Því að við vitum mörg að fá hugmynd í erfiðleika, mér finnst það góður skali sem ég var sett einhvern veginn, að fá hugmynd 1, það á erfiðleika skalanum til 10, þá 1 að fá hugmynd, það 3 að selja hugmynd, það 10 að framkvæma hana. Þannig það nefnilega, þú veist, það ekki bara að fá hugmynd, þú getur fengið af endalausar hugmyndir og frábærar hugmyndir en verða ekkert úr þeim, en að koma þeim að framfæri, samfæra einhvern annan á hún sé góð ógeðslega erfitt og svo að framkvæma hana þannig að hún verði góð líka mjög erfitt. Og hönnuðurinn náttúrulega sérhæfður á mismunandi sviðum eins og við erum búin að fara yfir. Þetta snýst náttúrulega svona menntun, þekkingu sem ég segi og fagmennsku. Það alltaf betra að vera margir saman, sem sagt það erfitt að vinna í teymi en það alltaf betra ef þú tekst það. Og ég tel að það sé alltaf betri niðurstaða en jú, það oft við nennum því oft ekki, það ákveðið svona átak eins og ég var að segja að þú byrjar að vinna með hönnuði, það tekur svolítið tíma að skilja hvert annað, hvernig hugsa ég, hver bransinn þinn, svo þegar þú ert búin að komast í gegnum þetta, þá ertu farin að vinna saman og skilja hvert annað. Ég ætla nú bara ekkert að tala meira þetta. Þannig ég segi aðalatriði í upplifunarhönnun, það að rannsaka og það þessi sannleikur og það var kannski annað út af því nú ég ætlaði að vera svo kurteis og ekki segja neitt en ég get það ekki. Og þess að var ég pínur hrædd við allar þessar samlíkingar út af því að auðvitað en það kemur samt fram í því sem allir að segja. Við erum auðvitað að leita einhverjum sannleika á staðnum, við erum að segja sögu eldfjalla út af því að þarna, út af því að við erum ekki að búa neitt til, sko leikhús ofta að búa til einhverja, þú veist, það svona, ég að þjónusta eitthvað vel út af því að mér langar það og ég ætla að hafa það svoleiðis og þetta á að vera skemmtilegt og gott, þetta á að koma innanfrá úr grunninum og eitthvað skemmtilegt sem að gerast á svæðinu og eins og þú varst að tala eitthvað grunn, hvað merkilegt hérna. Það það sem að ferðamaðurinn vilja náttúrulega upplifa. Mér var það á sjálfri þegar ég byrjaði að ég vann í ferðaþjónustu. Ég rak gistiheimili rétt hjá Geysi í eitt sumar með vinkonu minni sem kynlífsverðarstofnuðu sem var í Árgili og sem ég skildi síðan eftir á hefði nú bara verið sett á stað til höfuðs þeim Geysisbræðrum en þannig að það var aldrei neinn hugmyndar að yrði neitt business þar en við vorum nú ekki alveg sátta við það þannig að við reyndum mjög mikið en ég man að ég sagði einu sinni við einhverja þýska konu sem kom hana þá fór ég að segja henni skemmtisöguna að hvernig við settum sápu í Geysi. Það var ekki góð hugmynd. Þú veist, mér fannst þetta að vera mjög fyndið og skemmtilegt og hún bara, ég var algjörlega búin að eyðileggja þvílíkt fyrir þessari konu með að segja henni þetta sko. Og það kannski akkurat þannig að þá var sápan einhvers konar leikmynd. Við vorum þetta var ekki satt að hann Geysi og þess vegna held ég að við eigum að halda okkur mjög mikið við sannleikann. Vandað úrvinnslu og virðingu og framleiðslu. Og bara rétt í lokin, samt leiðilegt að enda á svona þetta ekki neikvætt, þetta bara staðreynd. Hönnun ákveðin aðferðafræði, hugsunarháttur, verklag, tæki eða tækni til sköpunar og nýsköpunar. Hönnun sem vara nánast alltaf fjöldaframleidd. Hún yfirleitt ekki handgerð. Íslensk fatahönnun dálítið handgerð en það út af engin framleiðslufyrirtæki hérna. Það ekki út af því að menn vilja það endilega, það bara út af ekki hægt annað. Handverk byggir á verkþekkingu sem stundum notuð til að búa til hannaða vöru. Þannig að það svolítið mikill munur á þessu. Og handverk samt sem áður að koma inn, það þykir alveg gríðarlega flott handverk í dag. Þannig að þetta snýst ekki að eitt sé gott, annað sé slæmt. Þetta bara ekki það sama. Og við þurfum aðeins að passa það. Heyrðu, og nú ég komin örugglega yfir tímann. Takk fyrir.